Velkomin Jónína Leósdóttir. Konan í blokkinni, þetta er ný bók eftir því sem kemur nú út rétt eftir jólafárið. Já. Hvað ertu að skrifa um? Ég er að skrifa um persónu sem ég hef kannski aðeins verið að skrifa um áður en hún hefur alltaf verið í aukahlutverki. Í bókum sem ég hef verið að skrifa fyrir unglinga þá hefur verið oft hress og skemmtileg amma. Og mér langaði svo til þess að skrifa bók þar sem þessi kona eða þessi típa væri í aðalhlutverki og fengi að njóta sín svolítið. Það er ekki bara svona amman sem er gert grínað. Þannig að hún er hún heitir Edda, hún er 67 ára og hún er nýhætt að vinna og það hentar henni engan veginn. Hún er mjög orkumikil og það er bara ekki hennar stíll að ekki erindi út í lífið á morgnana. Þannig að þegar hún vaknar þá er hún, hana vantar verkefni. Og hún fer svolítið eins og fjölskyldan kallar í túristana, hún á heim í Vesturbænum og hún fer út á Hótel Sögu og svona á kaffihúsin þannig í kring og ef hún sér túrista sem eru með kannski kort að Reykjavík er að velta fyrir sig hvar eitthvað þá býðst hún til að keyra þá, jafnvel býður þeim heim í pönnukökur og svona flækist hún inn í ráðgátur sem að hún auðvitað tekur að sér að leysa, hún hefur ekkert annað betra að gera. En þetta er einhvers konar, þetta er skemmtibók, en þetta er leik glæpasaga. Já. Fyrst varð persónan til og síðan var ég að finna inn í hvaða heim passar hún og af því hún var svo orkumikil og forvitin og svolítið svona fyrir að afskiptasöm að þá fannst mér upplagt að láta hana bara leysa gátur, svolítið eins og Miss Marple hjá Agatha Christie. Þannig að þetta er eiginlega tvær gátur sem hún svona blandast inn í þannig í þessari bók og með misjöfnum árangri en svona, ég reyni að taka þetta ekki mjög alvarlega þannig að það er alltaf svolítið gáski í þessu líka. Já, þetta er svona glaðleg útgáfa af glæpasögunni. Nákvæmlega. Þetta er svolítið merkilegt að það hafa verið tvær aðra bækur sem ég man bara eftir núna sem að fjalla um eldri konur sem einhvern veginn neita að láta setja sig inn í geymslu eða eitthvað svoleiðis. Já, það er alveg rétt. Það eru kannski tísku núna. En þessi er allavega, hún er mjög spræk, hún er ekkert orðin eitt farlama, hún hjólar um allt og svona. Þessi bók gerist reyndar í desember í snjó, þannig að hún er ekki að hjóla mikið þar, en ég hef svona hugsað mig kannski að leyfa henni að sprikla í kannski 2 bókum í viðbót. Já, þannig að þetta er hugsanlega upphafið að svona seríu, glæpasagnaseríu. Það er svona hugmyndin, ég vona það verði, já. Þannig að það stendur þarna efst í horninu Eddumál. Eddumál, já. Já, þannig að kannski verða fleiri Eddumál. En samt, er nú þannig að ættingjum hennar er ekkert ofsalega vel við þetta öllu leyti? Nei. Finnst þetta að vera vesinn í konu og það er kannski það sem að manni myndi sjálfur finnast af því að maður er svo fordómafullur Já, það er líka eins og hún er að blanda geði við ókunnugt fólk, jável drífa það inn til sín, lánaði í bílinn sinn og ýmislegt svona og ef það væri mamma manns, ég held maður er ekki alveg rólegur, Nei. En hún þykist mikill mannþekkjari og hún sé ekki neitt hættu og geti þetta mjög vel og þannig að og það sem að ættingjónum fyrst forvitni, það kallar hún náttúrulega bara áhuga á lífinu og fólkinu og hún er svona meðal annars að hjálpa syni gamallar pennavinkonu sem hún fer að hjálpa hann er að leita mömmu sinni, heldur hún sér týnd á Íslandi og þá brettir Edda bara upp ermarnar og leggur af stað. Manni dettur nú í hug Jóhanna Sigurðardóttir konaðinn er henni kannski, það er mjög athyglisverð kona sem vann alltaf 18 tíma á sólarhring, hvernig gengur henni að setjast í helgarstein? Ekki vel. Hún er reyndar með nóg að gera ennþá en þetta er svona, það er líka við erum farin að lifa lengur og vera hraustari. Þannig að fólk sem er komið á þennan aldur er bara það er hægt að nýta það mikið í þjóðfélaginu ennþá. Mikil ósköp þegar fólk er farið að lifa hátt á níræðisaldur og er sprækt. Núna eru ömmur í aeróbik og jóga og svona, þær sitja ekki að prjóna sokka. Og þetta er svoleiðis kona sem að róta sér inn í svona spennandi atburðarás. Jónína, þetta er skemmtilegt, þakka þér fyrir að koma í þátt.